reikna fasta punkta fyrir fallið x í þriðja mínus 3x. Þetta er þriðja stigs fall og við sjáum á myndinni að fasta punktarnir eru 3. Það er mínus 2, 0 og 2. Við byrjum eins og venjulega á því að taka fallið og finna út hvenær verður það jafnt og x. Sko, þegar það gildir, það er ekki bara þannig með annarstigs föll, en líka ef það er þriðjastigs eða fjórðastigs og við erum að fara að þátta eða leysa þetta einhvern veginn, að þá er alltaf langt best að færa allt yfir á aðra hliðina þannig að sé 0 hinum megin. Þannig ég segi bara mínus x á bæði hægra og vinstra megin við og þá fáum við x í þriðja mínus 4x hérna megin og svo 0 hérna megin. Mér langar að draga þetta aðeins til hliðar því að til að rugla ekki saman fallinu sem ég teiknaði og svo því sem ég er að gera til að finna fastapunktana. Hérna er ég búin að setja fallið jafnt og x og svo ætla ég að þátta. Nú erum við 2 liði og báðir liðir innihalda x og þegar ég er að þátta, nú ætla ég að skrifa upp smá minnislista fyrir ykkur. Það fyrsta sem við athugum í þáttun er hægt að taka út fyrir sviga. Já, það er hægt. Það er hægt að taka x-ið út fyrir sviga. Þá fáum við hérna x í öðru mínus 4. Næsta sem við skoðum, og þessi græni listi, ég vil að þið skrifið hann hjá ykkur ef þið eru ekki með hann. Næsta sem við gerum er hægt að beita ferningseða samlokareglum. Já. Samlokareglan, hún gildir hér. Því að þetta er x í öðru mínus 2 í öðru. Og þá má ég þátta þetta upp í 2 sviga. Þar sem að annars vegar er plús og hins vegar mínus og svo 2. Og núna veit ég að til þess að þetta margfeldi verði 0, þá þarf annarkvort x-ið að vera 0, hérna, eða þessi svigi að vera 0 og til þess að hann verði 0 þá myndi x-ið verða mínus 2 því að mínus 2 pluss 2 gefur ykkur 0 eða að þessi svigi þarf að vera 0 og þá myndi x-ið verða 2 því að 2 minus 2 er 0. Þetta er þannig að við erum að margfalda saman 3 þætti og ef útkoman á að vera 0 þá þarf að minnstakosti 1 þátturinn að vera 0. Þannig að hér er ég búin að fá að fastapunktarnir eru í réttri röð mínus 2, 0 og 2 og það passar við hérna myndina. Mér langar til þess að bæta við þessi listi hérna. Þriðja skrefið væri að beita lausnaraðferðinni ef ekkert af þessu virkar og hérna ef þið kunnið ekki ferningseða samlokaregluna þá eru þetta alveg hægt að horfa hérna og segja bara a er 1, b er 0 og c er mínus 4 en það tekur miklu lengri tíma heldur en að rifja upp og læra fernings- og samlokareglunar. Svona, þetta er svona smá tékklisti fyrir þáttun og það eru fleiri aðferðir en ekki þessari viku allavega.